Já, komið þið sæl. Hámarkshiti dagsins mældist nú aftur á Suðausturlandi. Í gær var hann slagaðan í 8-10 stig en var einungis tæp 7 stig í dag. Búið að kólna á landinu frá því í gær. Og það dró úr ofankomu norðarlands þegar leið á nóttina og morgunin og daginn. En éljabakkar fóru að bera sér inn úr suðvestri og þetta erum við með lægð þá hér stætta vestur af landinu og rauninu nokkra lægðir í þessari myndir svo sjáum hér og áttin varð suðvestlega þegar leið á daginn og útlið þegar verði nú þannig hjá okkur fram á 50 daginn. Við sjáum við hér að í rauninu ekki svo íkja mikið sem breytist hjá okkur til morguns. Við erum með lægð sem er að grínast hér vestur af landi og svona lægðadrag með á milli Íslands og Grænlands á morgun en við skulum veita athygli að það er nokkuð kröpp lægð sem er í gerjun hér langt suður í hafi verður hér annan kvöld við Nýfundnaland og þetta er lægð sem að mun valda óveðri hjá okkur á föstudaginn og hún er rauninni stödd akkurat þessu tölum orðum rétt austur af Flóridaskaganum í Bandaríkjunum. Og fer því hratt og mun dýpka ört og leið sinni norður eftir Atlantshafinu en við sjáum að við liggjum í köldu lofti og lítið af því að frétta í rauninni næstu daga suðvestanátt með éljagangi því svona á matseðlunum hjá okkur og það er ekki fyrir við fáum þessa lægð hér inn á föstudaginn sem að við fáum hlýra loft hér yfir okkur með hláku þá. Og förum aðeins nær og lítum á stöðunum þá við sjáum að það er hér úrkomu bakki hér vestan til á landinu núna klukkan 19 eitthvað eimir enn af úrkomu hér á Suðausturlandi en þegar við keyrum hreyfimyndir á stað þangað til í fyrramálið þá sjáum við að það verður svona suðurlega eða suðvestlæga átt hjá okkur til morguns éljabakka sem ganga inn á sunnan og vestanvert landið og í fyrramáli verður staðan á þessa leið hvað var að hita farið svona hiti eða rétt yfir frostmarki hér sunnan til en annars vægt frost og þegar líður síðan á morgundaginn þá greinist þessi lægð sem er hér vestur undan en vindáttin verður einhver síður áfram suðvestlæg og áfram munu éljabakka ganga hér inn á landið og annað kvöld klukkan 20 þá svona aðeins búið kannski að draga úr svona mestu éljónum allan verður svona tíðni þeirra minni tíma annað kvöld og lítið að frétta af hitatölum bjart veður svona mestu liti norðan og austan til á landinu en skýja hér sunnan og vestan til og síðan verður sem að þeirra kemur fram á 50 daginn þá svona aftur verður tíðni élja hærri tíma og þá sérstaklega sunnan og vestanlands og á 50 daginn þá verður staðan klukkan 8 á þessa leið litla breytinga hvað var að hita ákveðin suðvestlæg átt verðum að upplifa svona að mestu leiti á bilinu 5-10 getur 5-10 metrar á sekundu getur rokið aðeins upp í éljónum og þetta heldur áfram síðan smá saman á 50 daginn þá fer nú að draga úr éljónum og vindátt verður suðaustlæg þegar líður á kvöldi og þá er þessi umrædda lægð að nálgast landið úr suðri. Þannig að það hversi nú ekki að neinu ráði fyrir aðfara nótt föstudags, þetta er staðan þá á 50 kvöld og svo keyrum við þetta og sjáum þess að mjög svo þétt við þrýstilinu ganga hér yfir landið, mikil úrkoma á köflum sunnan og vestanlands og nokkuð næsta víst að það muni slá í stormin nokkuð víða, sérstaklega þá hér á vesturhluta landsins. Þannig að það er að gera svona fyrir þá sem ætla að ferðast allan og að fylgjast aðeins með því hvernig þetta veður mun spilast, það er að segja íspám og hugsanlega viðvörunum þeirra framleiða stundir. En á laugardaginn ætlar svona aðeins að sljákka síðan á veðrinu, á vindáttu verður suðaustlæg en það var nú ekki lengi því að strax á laugardagskvöld aðfarnótt sunnudags þá kemur næsta lægð inn í myndina hjá okkur og með svona nokkuð svipum krafti. En við skulum segja þetta gott að veðri í bili. Verið sæl.